Jeez, what a day. What a day. Góðu dagur í dag. Það ekki, ég veit ekki, hvenær fer þessi þáttur í loftið? Hann fer föstudaginn 15. nóvember. Já, þetta er bara, já. Og við erum svona current en samt svo ekki current. Já, neða, það er náttúrulega, það er dagur íslenskar tungu á morgun. Já. Þannig að hér verður bara töluð íslenska í dag. Rétt, fyrst Orðið eins og current og I beg your pardon. Herðu, hvað syngur? Þetta er náttúrulega auðvitað smá klúður hjá okkur. Algjör klúður, ég bara fara út í þetta í dag. Nei, við vissum þetta nú svo sem, sko. En sko, til að það sé tekið fram, þá er þessi þáttur tekin upp áður en að þriðji ársfjórðungur sínar er tilkynntur. Já. En hann var tilkynntur á miðvikudaginn, svo ég tali, þú veist, eins og þetta sé að koma út samdægur sinna á föstudegi. Ein pæling núna bara í loftinu. Já. Eigum við ekki að switcha yfir í hinn og eiga þá inni 10 mínútur í næstu viku til þess að bregðast við? Nei. Ætlum við bara að láta gossa það? Já, eða þú veist, við verðum náttúrulega átt okkur á því hvað fjalla þessi þættir. Þetta er svona, við erum bara svona að rýna síðustu gefnu stöðu. Þetta er sama fræði og hagfræði, við horfum aftur í tíma. Já, við erum baksýnis sérfræðingar, sko. En þú veist, það sem ég er allan að fara að gera í dag, ég er að fara yfir, sko, fyrsta árshelming 2024. En eins og ég segi, þegar þessi þáttur kemur út, þá verður þriðji ársfjórðungur kominn. Já, hann kemur í fyrradag. Hann kemur í fyrradag, já. Það er nokkuð vel orðið komist. Þannig að þá mun margt komið ljós sem að gætu verið bábiljóruð annað í þessum þætti. Já. Hins vegar. Ja, við getum nú spáð fyrir, ég veit það ekki. Já, en sko hins vegar, mig hefur lengi langað að taka sýn. Þú er alltaf verið hrættur að vera að fara á hausinn, þannig við höfum ekki... Það hef ég ekki verið. Ég held við getum... Við höfum bara að taka það fram hér. Hendum í hérna samlóku, góðu fréttinnar það er sýnir ekki að fara á hausinn, allavega ekki þess að... Nei, ég meina það er búið að vera einhvers konar aðhald, ég held að það sé alveg óætt að segja það. Já. En ég meina, þú veist, þetta hefur alveg hlotið, fyrirtæki hefur hlotið gagnrýni í fjölmiðlum. Ég held að það sé alveg óætt að segja það. Ég segi bara no comment. Nei, maður hefur nú séð ýmsu kastað fram. Ég var að fóra á peysunni, þetta var heated þáttur. Þetta er náttúrulega, sko, nú síðast bara sá ég frétt eða pistil eftir hana Herdísi, forstjóra. Það sem hún var að lýsa yfir áhyggjum sínum, stuldur hábjartan dag. Það er orðið svo mikið að ólöglegri dreifingu og endursala sjónvarpsefnis. Já. Við sjáum þetta, er þetta ekki bara allt þetta helsta? Maður á kannski ekki að vera auglýsa þetta hérna. Nei, ég verð bara að byrja það er orðið ansi auðvelt fyrir fólk núna í dag að bara kaupa fyrir, tiltölulega lága fjárhæð áskrift af bara öllum mögulegu. Já. Öllum mögulegum sjónvarpsstöðum. Ég ætla að byrja að biðjast afsökunar á að hinna þig persónulega og alla hjá sín. Já. Að ég var að upplóta 1.000.000 á deildu.net. Nei, anskoti. Allt árið í fyrra. Og það var til að halda góðu ratio. Manstu eftir þessu? Þú ert að stela mér. Manstu þegar maður var alltaf að halda góðu ratio. Já, með að deila og þessu. Já, en svo var alltaf ekki verið að deila því að það er ólöglegt að upplóta þessu. Ég semst að stuðla að. En það var ekki ólöglegt að downloada. Nei, það var ekki ólöglegt að downloada en það var ólöglegt að deila. Já. Og þú þurftir að deila til að geta downloada. Þetta er svona hljómar eins og þeir eru verið að útskýra sænskuleiðin í vændi eða eitthvað. Þú mátt vera að selja þig en það má ekki kaupa þig. Já, þú veist þetta. Var það ekki þannig? Já, þetta er skrítin lagarammi sko en ég sko bara, ég viðurkenni það alveg. Maður var á yngri árum. Maður fór alveg, þú veist, maður downloadaði einhverju á netinu. Ég hef hins vegar ekki gert þetta í háa herrans tíð. Ég held ég hafi bara ekki sótt ólöglegt niðurhal síðan ég var í menntaskóla. Bara svo það komið fram. Já, algjörlega. Þú veist bara til að firra okkur ábyrgð hérna, sko, þú veist, í þessari umræði sem við erum í. En ég bara líka veltaði fyrir mér hvað þetta er bara svona horfið, mér finnst þetta að vera horfið af sjónasviðinu að þetta er komið í svona nýtt form. Ég þekki nú alveg til einhverja sem eru með, þú veist, við höfum heyrt Plex og þetta. Já, IPTV er svona heldur vinsalast af þessu. Eins og ég segi, við ætlum ekki að fara að auglýsa þetta eitthvað hérna, sko. Nei, en samt ágætt aðeins að ég held frekar að þetta sé kynslóðabil, bara þegar maður fær laun og byrjar að vinna, þarf að fara að borga símreikningin sjálfur.
þá einhvern veginn vill ekki vera í heimilisbakka og fara netið og ég bara búin að vera í því núna allavega í 4 ára eða eitthvað fram að því var maður bara að borga fyrir allt þetta dæmi sem sagt eftir að maður byrjar að vinna en ég kíkti inn á hérna ef við skoðum deildu þegar ég fór bara í kjölfar þáttar að spá í þessu hvort það var ennþá lifandi að hérna já þú þarft hérna VPN en ég meina það allur fjandinn þar inni og ég verið í þessu stöðu þegar við vorum með hjá hérna vorum að henda tal í loftið hjá sín, seinni tíð þá var eitt panik að það var einhver búinn að rippa alla þættina sem sagt blökastið og setja inn á deildu þetta er bara 2021, ég held þessi síðan verið löngu en mig grunar að þetta sé bara grunn- og menntaskóladæmi án þess að fara eitthvað miklum orðum þetta Nei, maður á bát með það sem að trúa því að fullori fólk sé að standi í þessu sko Já, maður veit það samt aldrei sko helvits verðbólgan maður ég ættu börnið sín En Herðu, með okkur í dag Já, ég har tengt okkur með einhverju skemmtilega Já, Gorilla, náttúrulega opnuðu núna í október stækkuðu vörhúsið Já Og ég ætla ekki að segja þessi no pláss En það er opið fyrir fyrirspurnir, við getum orðað það þannig Það er að fyllast fljót og þið viti hvaða pakka þið er að ganga inn í Þetta er vöruhýsing, þess að ég geti bara dömpa lagarnum á þá og svo tengi ég vefsíðuna við þannig að þegar einhver kaupir af ykkur hérna vörun ykkar þá getið mér að segja látið dropp bara henda þessu heim í postbox eða hvað sem er Stórir dagar framöndan Er þetta ekki one size that fits all? Þetta er svona ef þeir væri að framlega föt þá væri þetta unisex frá small upp í extra large Þetta passar öllum Tek undir það, þetta er reyndar eiginlega fárlega vel að orðið komist hjá þér Er það ekki? Jú, ég held það og sko eins og ég segi, það eru stóri dagar framöndan Black Friday, Cyber Monday og allt þetta ég held mér þess að við erum að gefa út þátt næsta ársendinga þátt á Black Friday já þannig að kíkja í kaffi og Gorilla það heyrið í þeim allan að fyrst og það var Singles Day núna á mándaginn held ég þannig að ef þið voru í alvörunni að standa í því að vera að taka manjólu við pöntunum skuttla þeim út og póstur svo annað hugsið ykkur gang þá er Gorilla sennilegasta fyrsta sem þetta að gera núna ekki spurning, herðu við heldum áfram í G og það er góð leiga núna Hið rafræna G&T Hið rafræna, já, mögulega og við erum náttúrulega sko, viljum benda fyrirtækja eigendum á það að endurnýja flotan Eina viti og það er náttúrulega góð leiga það er bara góðleiga.is ætti að vera þinn fyrsti viðkomustæður og svo er náttúrulega auðvitað það er ekki bara, það er alls konar tilboð hjá þeim þau eru allt frá hérna skólatilboðum og upp í vetratilboðum eða vetraleiguna, þar að segja sem að mínum að eins og ég hef nú komið inn á í þáttunum áðan er eiginlega bara það er gríndíll No-brainer það er gríndíll og hérna Áseri Hyundai þarna, skólatilboði snattast á þessu Já, draumurinn það er draumurinn en kæru fyrirtæki eigendur muniði líka skrá hlunindin það er mikilvægt að hafa hlunindin inn í þessu Já, tala við góðan bókar í þeim efnum Hvað, hérna, ert þú sjálfskiptur eða beinskiptur? Ég er á sjálfskiptum, sko Já, ég, sem sagt það eru vissilega 2 bílar á heimilinu eins og staðinu núna, annar er beinskiptur og leigubílinn er hugsaðir hann er sjálfskiptur Hugsaðir, þú getur verið á Suzuki Jimmy fyrir 99 skall á mánuði Það er fyrir pingiafslátt Það er fyrir pingiafslátt Fjórhjóladrifin, beinskiptur Við minnum fólk að það líka 10% afsláttur, nei, 10.000 króna afsláttur af fyrstu greiðslu Þetta er midlife crisis bíl, sko Þetta er bara að þú ert heildsali að skilja og bara vantar eitthvað smástuð í lífið Suzuki Jimmy, beint á þig Ekki spurning, setið pingjan í athugasemd og þið fáið afslátt Þökkum góðleigu fyrir Já Herðu, sko það er sín í dag Já og sko, ég er með romsu Já, viljum við eitthvað fara yfir eignahaldið við náttúrulega það kemur inn, það er flétta ég kem aðeins inn á það já, ok en nýjasta hafari er náttúrulega andlit eignarhaldsins sem þú ert að tala Reynir Gretarsson ex-Credit Info hann er reyndar á smá ennþá held ég sem að hérna, ekki beint fór fyrir Gaia Invest heldur var stærsti hluthafinn Gavia Hvað sagði, Gaia? Gaia Já, það var nú góðu staður Það var svona flamboyant Gaia Hann er að hakka í viðskiptablaðinu núna, hann pirraður Já, herru Angry motherfucker Já, heitir hann ekki hérna Reynir Grétars Já, nei Hann er frá Blöndósi, eins og ég
Ég held að vera að tala um hann hérna. Við erum blöndósingar, ekki vera að tala ítlum hann. Þú verður að tala um hann Halldór Kristmanns. Nei. Hann eini aktivista investorinn sem eftir á landinu. Hann alveg aktivisti, sko, ég fíla hann. Hann kemur skemmtilega pistla inn á milli. En reynum að pyrra þér út af því að Viðskiptablaðið var búið að reikna hérna bókvært tap af fjárfestingunni, held ég síðastliðin 2 ár. Það var 950 milljónir eða eitthvað í fyrra. Og svo vaxtakostnaður einhverjir 100 milljóna. Og hann steig niður fæti og hann barði lóanum í gólfið. Já, talaði bara líka, sko, þetta skammtíma tap eða skammtíma gróði, þessi 2 ár og hann hefur ennþá fulla trú á fjárfestingunni. En, förum í smá sögurskýringar, því að Sýn með nokkuð netta sögu, sammála mér. Já, þetta er löng saga í raun, sko. Já. Eða, sko, ekki Sýn í sjálfu sér, en bara fyrir fjölmiðlangin náttúrulega, saga hans er mjög löng. Já, og ég vil fara aftur til ásins 1986. Já, þú ætlar alveg bara í stofnun stöð 2. Já, þá stöð 2 stofnuð að frumkvæði Jóns Óttars Ragnarssonar og Hans Kristjáns Árnasonar. Svo gekk ein skvísa til liðs við þá og var ábyrgandi útlitshönnun og dagskrárgerð frá upphafi. Viltu giska fyrir það er? Bíddu nú við. Byrjar á VAF. Þetta var algjört legend hérna fyrir 15-20 árum. Þetta, byrjar á VAF? Já. Nei, ég skil ekki segja. Þegar þú varst ekki á bláu síðanum, hvar varstu þá? VAF? Vala Matt, já. Hún bara starfsmaður nummer 3. Já, er hún bara OG? Hún er bara OG stöð 2. Ok, já. En sko, ég var að byrja hérna 1986. Í grunninn sprettur þetta út af nýjum útvarpslögum því að árið 1984 var BSRB í verkfalli. Sem er hérna, er það ekki bandalag stjætta ríkisstarfsmanna eða eitthvað álíka? Jú. Þau fara í verkfall? Við skulum slakið á maður. Það er bara dúirúndi. Við skulum googla þetta. Bandalag starfsmenn ríkis og bæja. Þau eru löngu verkfalli sem gerir það verkum að starfsemi RÚV liggur niðri. Út frá því verða til ólöglegar útvarpsstöðvar. Þetta er 84. Þetta kallar á endurskoðun. Þegar þau sjá það að ríkisstarfsmenn getur bara lagt niður störf og lamað sem sagt þennan samskiptamiðil þjóðarinnar sem það var. Og er. Já, akkurat. Það er glæðslu miðil. Og þessi nýju lög leiðuðu bæði einkareknar útvarps- og sjónvarpsstöðvar sem var samþykkt 13. júní 1985 og markaðurinn var ekki lengi að bregðast við og stofnun stöð 2 er þarna 1986. Og gott ef að Bylgjan var ekki bara stofnuð sama ári. Já, ég held það, bara Bylgjan og stöð 2 eru svona, held ég, þessi uppálu einingar. Já, einkaaðilarnir allavega sem riðu fram. Sko, frá 86 til 2000 segjum við bara að þetta sé að gerjast. Þetta er bara eins og góðu kombucha. Það er einhver hérna gerjaðu sveppur í þessu. Og einhverjum tímapunkti heitir þetta norðurljós upp úr hérna aldamótum. Það er upp úr aldamótum og það er svona bertaldið, sko, nafnið fyrir mér er svona hluti af útrásinni einhvern veginn, þú veist, og öllu þessu þú veist, sem vafðist þarna í kringum útrásavíkinga. Já, það mætti vera hrun spesial þetta því að ég ætla aðeins að hlaupa á hérna hundavæði gegnum þetta því að það síðan, sem sagt, norðurljós verður 365 miðlar. Í grunninn samt þessi 20 ár í rekstri er þetta mix af fjölmiðlun. Það er að segja sjónvarp, útvarpsstöðar sem kom og fóru og við erum búin að taka 2 viðmælendur sem hafa farið inn yfir þennan tíma með okkur. Það var Valli Sport. Hann var í útvarpsbyxinu meðal annars þarna inni og hérna, ég held að þeir hafi selt þeim útvarpsstöðarna sínar. Svo var Þórhallur Gunnars, hann var náttúrulega með, hérna, var ekki Íslandi bítið og fleira gegnum norðurljós. Hann hefur örugglega verið í öllu, hann Þórhallur, sko. Fjölmiðla hundur. Allavega 365 víkar aðeins þar sem er þetta verið sjónvarp, útvarp og þaðan koma dagblöðin inn í þetta. Þau áttu líka held ég hef nú kannski mátt fara í aðeins dýpri sögurskýringar á því TAL, ég held að það verði svona fyrsta fjarskiptaprojektið. Manstu eftir TAL? Já, ég man því, ég man vel því, ég man meira eftir því þegar það kemur fyrst, sko. Þú veist, þá er hvað, er þetta ekki kringum aldamót eða svona 99 örugglega? Ég held sér setna, ég held sér bara 2005 Nú er það? Sem ég vil nefnilega fór og var markastjóri TAL held ég eftir að hann gengur út úr hérna, prófa að finna það, Sigmar Vilhjálmsson TAL. En skemmtileg saga að segja frá því og því að ég var nú þarna á Sýn 6 mánuði þegar við vorum að velja nafn á TAL sem er í dag, hlaðvarpsveitinni á Sýn. Þá fengum við bara lista yfir öll lénin sem Sýn á og vörumerki. Og þetta eru sko
þetta allavega svona 70 vörumerki eða lén sem þið áttu og við bara, já, þið tal.is og það tal.is í dag Þetta var bara valið út frá einhvern flettilista En þetta líka fer óneitanlega vel saman sín og tal þú veist, þetta þú sérð og talar Þið voru meðvitaður það við vorum nokkur fundur í að drafta þessu það var að tala í hlaðvarpi Þetta mínu matið einn besta stefnumótun sem sín hefur tekið að fara í hlaðvörpin það arbært, held ég líka bara sín og tal, þetta svona skemmtilegt þetta er ákveðin stefnumótun og svo kemur heyrn maður býður eftir því eða les, það verður eitthvað Heyrðu, Fjarskipti HF var síðan Vodafone ángin og einhvers staðar fann ég meira segja að í kringum hrun þá átti félagið Dagsbrún bæði Vodafone og 365 miðla þannig að þú kannski mátt aðeins fact-checka með á sem er tal 2017 þá gerist það Fjarskipti HF sem var bara Vodafone á Íslandi tekur yfir 365 miðla manstu þetta þessu? Já, þetta er alveg hvað? Og það voru nú einhverjir eftirmálar þessu þetta er fyrir verða 7-8 árum svona sem að mesti hittin í kringum þetta en ég held að þetta gangi gegn 2017 Já, ok Ég held að þú verður að fara með þess að ennþá aftur en Nei, ég spóli gegnum hrunið og allt það 365 millar verða á endanum standalone fréttablaðir inni þegar Fjarskipti HF tekur að yfir 2017 þá þurfti held ég að aðskilja fréttablaði frá þannig að það varð sér og hringbraut á endanum einhvern veginn endaðin í því En bara til að koma inn á það, mér sýnist tal alveg hefja starfsemi svona í kringum 98 Nú, rétt hjá þér, rámt hjá mér En svo náttúrulega hefur tal sprottið upp svo var það aftur, kemur það aftur inn þarna held ég kringum byrjun síðasta áratugar og fer í samkeppni við Nova og þú veist bara sem símafélag Við minnir alveg endilega að Simmi Vil hafa eitthvað verið við hann var þarna í kringum 2010 held ég hann hafi komið þangað inn Ok, við erum staðið 2017 Skemmtilegt, út af því að það er einhvern veginn ennþá það fer allt í kringum öll umræði í dag þetta félag er bara fjölmiðlunin og þegar að samrunin fór í gegn 2017 þá stóð að velta sameinast félags muni nema 22 milljörðum og skila 5 milljörðum króna í EBITDA-hagnað þegar samlegar áhrif eru komin að fullu fram eftir 12-18 mánuði Þarna er þið til leiðandi fjarskipta á fjölmiðlafyrirtæki sem veita yfir 500 manns atvinnu Ég heldur getur sagt núna í baksýnsspeglunum þetta hefur engan veginn gengið eftir Veltan sennilegast rétt, hún fór strax heldur upp í 21 eitthvað Svo dala hún í 19 miljardar 2 árum setna og ég held þetta sé í kringu 25 miljardar í dag Ég ætla ekki að segja að fyrirtæki sé hvað segir maður, þú veist, það má alveg missa af sýningarétt enska boltans en það er rosa mikilvægt í tekjuflæðið Þú veist, að missaði það 2019 Ég held að það sé maður sé á Allavega, árin 2017 til 20 meðan að þetta er að raungerast þessi Það er rauninni 2021 sem að síminn tryggir sér Já, þannig að 2019 Nei, aftur, ég held að það sé 2019, getur verið Já, gott ef ekki Komið 5 ár Mandi ekki alveg Já Allavega 2017, 20 Þetta er erfið tímabil Framkvæmdastjórinn hjá Vodafone og fleiri yfirmenn fengi að fjúka þarna á ákveðnum tímapunkti en það var þessi yfirtaka ekki alveg að gera sig Forstjóri Fjarskipta hætti og Big Balls Heiðar Guðjóns stærsti eigandi stígur inn, settur forstjóri ræður á fundi með Tótó Þórallur okkar sem að mætti hérna og það var farið alls konar hrókenningar 2019 er það síminn byrjar með enska boltan Já, það hlýtu þá, getur verið þessi 2 miljardar tekjudropp sennilega meira því að ég meina sýningarétturinn sem slíkur kostar einhverja miljardar Já, hann var ekki svona dýr þá Nei, en hann var slegið með núna Tökum 2020 til 2022, nokkur hlutir áhugaverðir Þórhallur rúlar inn með Heiðari fara í alls konar með fjölmiðlana þar var reynd að bæta arðsemi gera hvern meil break even það hafði alltaf legið á þessu að útvarpsstöðvarnar skila ekki neinu stöð 2 skilar ekki neinu auglýsingasalan er svo góð en þetta er ekki að græða, jari
Fréttirnar fóru á baku paywall inn í stöðu 2. Það var nú stór breyting sem að skipti miklu. Sem nú búið að afnema núna. Þetta tímabili er líka að ég kalla innviða tímabili mikla. Það sem að menn sigli gegnum COVID og Helgi Björns og hver skemmtikrafturinn á fætum öðrum hérna á skjám landsins. En allt snýst að vera að selja óvirka og virka innvið. Það vissi enginn hvað var að gera sko. Já, og þú veist, og hefur verið bara mjög nýlega líka. Við erum að selja stálið, ekki skrúðnar. Eða, þú veist, við erum að selja skrúðnar, ekki stálið. Maður heyrði náttúrulega alls konar útskýringar og ekkert langt síðan að Þórhallur hjá Nova náttúrulega fór yfir þetta með okkur. Já, en þú veist, þetta svona þetta tímabil og allt að gerast. Á þessum tíma líka hjá Vodafone það með alla anga úti. Það átti að fara í greiðslumiðlun mann ég. Það var skoðað að kaupa og selja raforku. Þau kaupa Endor sem ég hef aldrei skilið nákvæmlega hvað það en núna er búið að selja erlenda hlutan af Endor. Já, það er búið að selja erlenda angan. Samt nær það ekki inn í þennan ársreining sem við erum að taka í dag. Þá var ekki búið að því, en það gerðist núna á 3. ársfjórðungi held ég. Já, og ef ég er ekki að rugla þá að fjárfesti félagi sem átti að vera eitthvað tengt gagnaverum sem fór ekki bara á hausinn og innan við 3 árum. Þannig að það var ýmislegt reynt. Exit the Matrix Heiðar Guðjóns 2022. Og hvað það eru? Gaia Invest eða Gavia mættir, ég ætla að geta fjörið en hjóla eiginlega bara beint í smjörið sko. Það hefur ekkert gengið má segja, enn og aftur nýtt eignarhald, nýjar áherslur aftur sleiknir gamli taktar fréttirnar eru opnaðar og hún Herdís sem er nýjasti forstjórinn kom inn í byrjun ás eftir að Uppselun Yngvi var látin fara eða hætti, ég man ekki hvort það var að hún hefur talað hvað þetta er mikill happafengur núna þessi búið að opna aftur á fréttirnar og það gengur svo vel að selja auglýsingar í slottin. Það virðist hafa verið bara hillaskref hjá þeim með það sem þau talum bara í auglýsingum og öðru. Þetta er þessi áskriftarvog að þú veist, við ætlum að einbytta okkur á áskriftum, þetta er auglýsingar frítt, borgarar vil sjá fréttirnar, svo þegar því er hent út þá ertu komið með auglýsingarnar inn og bara hvort vegur herra. Já, þetta er viðkvæmt jafnvægi og ekkert auðvelt að gera áætlanir með þetta. Já. Við þekkjum þetta nú sjálfur. Jú, og allt síðastlið ár hefur farið í mikla orku í kringu það að átt að selja fjölmiðlahlutan sér út úr félaginu. Þannig að ég held að sé bara hægt að segja að þessi fjölmiðlahluti er langmesta bixið og eiginlega byrðin á þessu félagi síðastliðin ár. Svona meðan það er ekki bara arbarar en það virðist vera. Ný part af strategíunni er sem ekkert endilega að spá í. En þú segir arbarara en það virðist vera. Ertu með einhverjar tölur það? Þú veist, það er nefnilega það sem ég var að reyna að skera úr við getum í rauninni ekkert séð, þú veist, arðsemi sundurliða á einingar hjá þeim. Nei, og það er bara ein gagnrýni sem ég hef heyrt frá fjárfestum og hluthöfum að það var byrjað að stíga þau skref að skila framleiðar útreikningum per einingu til þess að það væri hægt að selja fjölmiðlahlutan. Það hefði gert allavega mína umfjöllun í dag talsvert þægilegri ef við hefðum verið með þær upplýsingar. Já, en það setur okkur aftur í hennan spámannstól. Já, og hitt var það bara með forsendur sem að maður gengi út frá þegar þetta var keypt. Það átti að vera 5 milljarðar í EBIT á ári með 22 milljarðar veltu. Það var ekki raungert, þannig að maður spyr sig út af því að Vodafone alla tíð fram að því var mjög arbært félag. Svo hefur þetta flakkað ansi mikið síðastliðin ár. En það sé ætla að segja nýja strategían undanfarna 12 mánuði fyrir að selja fjölmiðlahlutana. Þegar það var hætt við það þá breytaðum kúrs og það hefur alltaf verið talað um það er aldrei til lager af auglýsingum til að selja. Vísir alltaf uppseldur og það er næststærsti vefurinn. Þannig að þá að fara ég það ráða að kaupa umferð eins og það er kallað og það var keypt í já.is eins og þú manst. Sætla minninga. Það var keypt bland.is. Það var settur á í lofti nýr vettvangur sem heitir spara.is sem að mér skilst að sé ekki lengur inn í félaginu. Það er allavega búið að láta þann starfsmann sem sá það eða þá starfsmenn fara og ef þú fer á spara.is, hver er eitthvað spara.is í dag? Það er svo þetta. Örgla stóð fleira til en maður hugsar en það kemur ekki fram. At the end of the day þá hefur þetta meira og minna snúist auglýsingar og maður svona eiginlega spyr sig eins og með já.is. Við sáum nú ýmis tækifærið þar þegar að vera að kaupa að við heldum deyjandi símaskrá.
á bara múki en á auglýsingum, ekkert annað, engin samtvinning eða stærra plan. Vilborg forstjóri farin, hætti þau eru náttúrulega með auðvitað, mótilið þannig að fyrirtæki borga fyrir fyrir bara sýnileika og líka bara skráningu sem slíka. En svo eru náttúrulega þetta auglýsingar og annað sem að eru auglýsingadrifið. Bara til að lítið dæmi samtvinningu. Ég bæði viðskiptavinur sín sem einstaklingur með fjölskyldupakkan, aldrei sáttari. Nei. Og kaupi neti hérna í Seðlabanka Kópavogs gegnum Vodafone. Ég nota já.is á hverjum degi. Ég hef aldrei fengið neinn gillibóð frá sínum hvernig það tengist mínu fyrirtæki eða sem einstaklingur eða það væri einmitt, auðvitað er það. Þess að spyrja, hver er samtvinningin? Mögulega er þetta bara einhver B2B markaður að selja einhver gögn eða annað? Já, eins og ég segi, þú veist, oft kemur svona í ljós með tíð og tíma, sko. Það átta sig kannski ekki á sig núna, þau gætu verið með plan. Það gæti verið eitthvað grand plan. Ef ekki, þá væri kannski hægt að fá einhvern úr skattfylkingunni til að búa til plan. Hvort þið verið framfyllt eða ekki, kemur í ljós. Varðandi bland, þá stóð til að stórauka upplifun á markaðstorginu. Það er ekki sjá að það hafi verið gerð svo mikið sem einasta breyting. Og ég held að Arnór sem kíkti til okkar í sumar, hann muni tala tækniskuld þarna. Öll umrið síðastliðna viku er með spamposta í gegnum plan. Tækniskuld, það var náttúrulega Jón Kári talaði mikið tækniskuldina. Ég held hann að vera að vitna í Arnór. Í Arnór, Þetta þekki allir sem eru með eitthvað í dæmi. En sko, nú talar að EBITDA-spáin hafi ekki gengið eftir. Ertu þá að tala aðlagaða EBITu eða? Já, ég held ekki snert á því. Annað sem við verðum að gefa tengt áskriftapælingum að þau fara á fullu í podcastin 2021, blökastið, þungaöktinn og örugglega 10-15 önnur hlaðvörp eru þarna inni og áskriftið þar. Og það er náttúrulega bara undir væntanlega fjölmiðlun. Já, það ætti að gera það, en það er bara svona, það er slembilukka í kynningum ef að tali með. Þetta er svona lítill bastarður þarna, greinilega sér maður. Já, kannski ég fara að hleypa þér að. Ég er síðan bara með endalausa umræðupunkta. Til að mynda eitt, kannski að henda því fram. Þau eru náttúrulega Vísi sem er stærsti fjölmiðl eða stærsti, næsti eða næststærsti fyrir eftir hvort þú tilur Unique fyrir eftir hvort þú spyrir Kolbeinn Tuma eða Stefán Einar. Já, akkurat. Eitt samt bara svona grúndikt út í markaðin er að hvergi annars staðar á byggðu bóli eru 2 fjölmiðlar með jafn stóran hluta af kökunni. Og hér á landi, það er sem MBL og Vísir bara gnæfa yfir þessu markaði þegar kemur á flettingum og notendum og hvergi annars staðar á byggðu bóli erum við komið jafnskátt með áskrift fyrir fréttamiðla. Það er bara nánast ekkert það og ég verða að viðurkenna að ég hefði haldið að það væri hraðari þróun sem að þú veist ég að þetta er náttúrulega bara orðið alls ráðandi út í heimi, sko. Já, og svo þarf náttúrulega að gefa þeim annars sjátt að þau sitja í loftið áskriftarmiðlinn Innherja. Innherja auðvitað er svona ákveðin brautryðjandi í þessu, sko. Sem að átti, bara fyrir utan Viðskiptablaðið sem við höfum náttúrulega verið með þetta líka, en átti að vera fyrsta skrefi í því að þarna væri komnið með hugbúnaðinn til þess að auðkenna þig og borga fyrir að lesa fréttir, sem ég held að gangi ágætlega, ég borga fyrir Innherja. Og grand planið var náttúrulega að mergea inn í að Vísir yrði það líka. En það er einhvern veginn eins og auglýsingasalan. Ég vil koma framfæri kvörtun sem ég fekk. Við erum allt og oft að taka Innherjafréttir sem við höfum ekki fleiri, meiri upplýsingar að. Út af því að ég er ekki áskrift, sko. Ég lesi þetta allt. Ég er oft með fréttir og þarf oft að stoppa. Svona, þú verður bara að tala á fyrstu, gera einhver vöruskipti. Þannig að ég vildi bara koma þeirri kvörtun til skila og við reynum að leysa úr þessu. Já, þú getur bara spurt mig. Ég er með eitthvað þessu öllu. Heyrðu, ég fyrir svona, það er ekkert meira að segja þannig, þetta er bara löngsaga. Já, ef við ekki bara kafa hún í tölurnar, til að byrja bara á rekstrarreikningi sko, og þú veist, eins og ég segi, ég er að fara að taka hálfsárs uppgjör sínar, svo að það komi fram, og ég vil enn og aftur taka það fram að þessi þáttur er tekin upp áður en að 3. ársfjórðungur verður gefin út hjá þeim, en hann verður komin út þegar þessi þáttur kemur út. Þannig að það er bara eins og það er. Við erum meira spökulegra bara svona í konseptinu. Sko, eitt líka með næsta uppgjör og eins og síðasta uppgjör var, þá eru all eyes on auglýsingasala. Það er bara einhvern veginn ekkert annað sem drífur þetta áfram. Það verður mjög áhugavert líka að fylgjast með í fyrradag hvað þau segja með
tekjur í fast, eða þú veist tekjur af hvað heitir þetta, hjá sín heitir þetta af kjarnavexti, eða þú veist kjarnatekjum sem heitir held í Fastnet og eitthvað annað hjá Nóa því að það var augljóst að Nóa búið að vera að stela keppinautum í gegnum 9 mílutenginguna er það frá sín, er það frá Hringdu er það frá símanum það verður áhugavert að sjá Við byrjum spenntur eftir því Herru, ég ætla að byrja bara á rekstrarreikning og hann í boði Teygja og þar eru greiðslur gerðar einfaldar og þetta er rauninni eins og leikur Þetta er nefnilega ekki flókið sko, þú ferð inn á teygja.is, ítir á koma í viðskipti T-E-Y-A Já, T-E-Y-A og þú færst þetta sent bara tilboð og eins og við vitum nú fyrirfram og höfum verið að brýna fyrir hlustendum þá er bara fast gjald, það er ekkert falið þarna það er skjót og góð íslensk þjónusta ef þú lendir í vesinni svo er bara greitt daginn eftir og ekki orðið það meir Nei, þetta er fyrir reksturinn, þetta er fyrir þig Já, og bara fyrir, þú veist, og líka að þú vilt rykka upp í netverslun fyrir jólin þá er Teygja, þá ætti það að vera þinn fyrsti viðkomustæður Fá tilboð Yes, ekki láta bukta það og beygja veldu Teygja Þegiðu, skráðu þið Teygja Herðu, þökkum Teygja fyrir og hefst þá lestur á rekstrarreikning og þetta er fyrir fyrstu 6 mánuði ársins að það hefur ekki komið nógu oft fram tekjur tímabilsins 11,4 milljarðar og þetta er í rauninni samdráttur hérna á milli ára Rétt 0,67% nána tiltekið þetta var 11,5 milljarður eftir hálft ár á sama tíma í fyrra og sko það eru auðvitað einhverjar ástæður fyrir þessu og eins og er kynnt hérna í uppgjörunni hjá þeim þá náttúrulega missa þau sko kontrólant sem viðskiptavinn sem að hafi verið sem sagt bara góður viðskiptavinnur í þessum E&T tekjum þessum E&T hluta og kannski bara áður en lengra er haldið getur þú svona í mjög fáum orðum útskýrt þetta E&T þetta er nú ekki stór hluti af heildartekjum það voru 244 milljónir hérna 2024 eða þess að hálft árið 2024 Persónulega hef ég aldrei haft neina snertingu við þetta Nei En til að útskýra, þetta er Internet of Things fyrir það stendur E&T og ég held að íslenska orðið til að skýra þetta er að þetta eru bara svona skynjarar slettum, mikroskinjarar og til dæmis fyrir Controlant sem er held ég ekki sprettan að hitamæla lyf frá Íslandi til Bangladesh eða hvað það er og til þess að geta verið með rauntíma upplýsingar hitastigið þá eru settir svona E&T skynjarar í flutningin og þetta er væntanlega tengt þá við einhvern 4G pung eða eitthvað frá Vodafone eða sín sem átt að þjónusta þetta það er í grunninn það sem ég held þetta sé ég þekki það samt ekki 100% Nei. En það kom líka fram að þau held ég að við mist einhvern samning við BMW sem var eitthvað sambærilegs eðlis Ég held bara Controlant eitt og sér sko áhrifin hafi haft 37% samdráttar áhrif á þessa E&T en heildardropp í þessu E&T voru 58% sko Þannig að sáleigur er að dragast alveg slatta saman En sko, þessar tekjur 11,4 milljarðar þetta eru 11 milljarðar 416 milljónir þær skiptast í annars vegar vörusölu 540 milljónir og svo selda þjónustu 10,9 milljarðar og vörusalan er náttúrulega bara það sem við þekkjum símarnir og þetta væntanlega í gegnum Vodafone verslunina þar og hefur átt undir högg að sækja Já, og er að draga saman alveg 12% hérna milli ára Svo eru sko til að bara reyfa aðeins þessi selda þjónusta 10,9 milljarðar þar eru við með fjölmiðlun stærsta 4,8 milljarðar tæpir svo er internet 2,3 milljarðar farsími tæplega 1,9 milljarðar E&T áður nefnd 244 milljónir Fastlína, hún lifir ennþá að því virðist, hún er 208 milljónir hýsingar og rekstrarlausnir 989 milljónir og aðrar tekjur 469 milljónir og svo vörusala 540 og þetta myndar tekjustofnin hjá þeim
upp á 11,4 milljarða og sko eins og við nefndum á hann þá svona mest áberandi hérna fjölmiðlunin það vöxtur í auglýsingatekjum milli ára sem nemur 15% og sko já en á saman tíma lækka hérna tekjur af sjónvarpsáskriftum tæplega 7% sem sem svona ágætis summa að þú veist 7% alveg þú veist mér finnst það nokkuð stórt milli ára. Hvað segir 7%? Sjónvarpsáskriftir að draga saman tæplega 7% sem þetta á fyrir helming árs en fjölmiðlun að vaksa hjá þeim mest 9%. Ertu að segja mér að viltu finna milljón hafi dregið úr sölu áskrifta? Nei, það ætla ég ekki að segja. Mother of balls! Myndi aldrei segja það. What? En hérna What's going on? Svo internetið að hækka 5%, farsími 1% en annars aðrir liðir að draga saman. Já. Sem að já, þú veist, auðvitað ekkert sérstakar fréttir en eins og ég segi, auglýsingatekjur að aukast og það ber ekki að hérna, það ber ekki að, hvað segir maður, vanvirða það Aldrei vanvirða auglýsingatekjur, sko, ekki á þessu æfiskeiði allavega. Sko, eins og ég sagði á hann, þá auðvitað ákveðið vandamál að kostnaðurinn ekki sundulegaður niður á einingar, því miður. Já. En það var auðvitað gaman að sjá hvaða deildir að skila í kassan og öfugt, bara svona ef við tölum framlegð þetta gerir, þú veist, álagningar og framlegðar útreikningar bara hérna óheppilega svo hérna eiginlega bara vonlausa. Ég ætla bara að passa á það annars hérna, hvað segir ég segi eiginlega bara vonlausa. Já. En sko ég fór ekki grúndut í það en það ekki rétt munið hjá mér það var byrjað að breyta öllu skipuriti og öllu til þess að væri hægt að framlegðar mæla hverja einustu einingu sér. Já, einmitt. Við náttúrulega komum kannski nógu vel inn á það hérna í byrjun, þú veist, að það náttúrulega búið að vera rosalega mikil rótering á skipuritinu hjá þeim. Hvort að það sé búið að gerast þrisvar á síðustu 3-4 árum, sko. Já, sko, einhver sagði mér að núna skipuriti orðið að sama og var 2019. Já, það basically komið bara aftur í rætunar. Þetta bara einhverju þvottavél mannauðstjóran, sko. Bara, skipurritstjórans. En við glemdum náttúrulega að kynna líka nýr forstjóri, Herdís Fjeldsted, the queen of turnarounds í íslensku atvinnulífi. Já, ég bind miklar vonir við hana. Já, að hérna, hún var áður hjá, held ég, Valitor og það reis upp úr öskunni eins og fuglinn Fönix. Já. Þannig að það mikla vonir bundni við að hún sé the turnaround queen sem hún hefur verið en mun eitthvað byrla henni sín. Já, við sjáum til. En hérna, eins og ég sagði, þeir óheppilegir svona einhverjir einstakir álagninga útreikningar en samt sem áður gefa þau upp hérna kostnaðverð seldra vara og fyrstu 6 mánuði ársins það 7,7 milljarðar rúmir sem gerir tæplega 3,7 milljarða í framlegð sko árið 2023 ef við förum aðeins í það þá voru heildartekjur félagsins 23,5 milljarður og það lítur út fyrir að 2024 ef það heldur svona sama trendi og 2023 frá sama tímabili að þá séum við að fara að horfa upp á samdrátt í tekjum á milli ára megum samt ekki gleyma því auðvitað að enski boltinn að snúa aftur heim eins og þau tala árið 2025 þar getið nú heldur betur búið til eitthvað magnað sko þannig að það nú líklegt að tekjur hækki á næsta ári en... Má ég fara í speculation með enska bolta núna eða að gera í lokin? Já, ég mátti alveg gera núna, ég bara farið yfir í gjöldin. Já, sko, út af því að talaði þessa 4 milljarða á, var ekki 3 ára tímabili? Jú, gott ef ekki. Já, sko, ég var, þú veist, það búið að tala Capex 1,3, 1,5 milljarðar á ári sem þau að fara að borga fyrir sýningaréttin. Ég heyrði því fleikt fram að þú þarft bara 5.000 heimili. Nei, þetta bara 5.000 heimili sem hreyfa sig með enska. Já. Þú veist, það bara skiptir engu máli ef enski bólkinn í kaþólskirkjunni, þá faraðu þangað. Þá þau kaþólkja. Ef það kemur einhver prestur og býður betur, þá horfaðu í næstu kirkju. Skilur þú hvað að fara? Já. Þannig að það mjög ólíklegt að fólk haldi tryggð við ákveði fyrirtæki í þessum efnum. Já, það heldur tryggð við enska boltan, sama hverja trúar hann
eitt helviti gott í uppgjörsfundin núna í júní sem að ég og einhverja 80 aðrir horfðu á YouTube þá var spurt út í þessa fjárfestingu á enska boltanum og hvað búist við að mörgum heimilum sem kom inn á móti vandamáli var eiginlega að fjármálastjórinn bara svaraði ekki spurningunni heldur vísaði hann í að þau hefðu gert Monte Carlo módel þannig að þau eru búin að rönna búin að herma þetta herma, hvað er það? Er það ekki 100.000 hermanir fyrir einhver ákveðin? Já, það Monte Carlo hermanir, þú getur nú bara valið ítrekkanir sko veist, ok, það getur verið en þú veist, það er alltaf að lágmark getur verið 100.000 þú veist ekki gera 5 hermanir í Monte Carlo það er í þúsundum vandamáli er að hann svaraði ekki spurningunni það kom hvergi fram hvað þurfi mörg heimili til að borga þetta upp þannig að ykkar maður, Iti Georgs reið fram á reiðvöllin og fór með mína útreikninga á Twitter og ég spurði bara, þú veist, ef við tökum að þetta er 1,3 milljarður ári þetta er 9 mánaða sjó þá er þetta 144 milljónir á mánuði sem þetta kostar sín og það sem ég var að spá hvað er líklegt að þau fái auglýsingatekjur sem eru þá bara fyrsti tekjulegur inn til að borga niður og hvað finnst þér líklegt? Ég spurði, er 50 milljónir raunsætt? Auglýsingatekjur á mánuði? Já. Ég skal ekki segja sko, ég þekki illa gangverkið á þessu sko, hversu stórir pakkar þetta eru og þess aftar sko. Já, ég skal bara segja reitt, ég fekk strax mennismettið að 50 milljónir væri bara galið, það var aldrei að gerast. Það talaði 15 til 25 milljónir. Ef við náum 15 milljónum á mánuði í auglýsingatekjur og sitja ennþá eftir 130 Já, þá ertu með 129 milljónir sem þú ert að brúa sem þú ætla þá væntanlega að gera í áskriftum það sem er óraunhæft ef þetta væri standalone áskrift á 5.900 kall sem er mjög lágt, mun aldrei gerast þá þarftu 21.940 áskrifendur það er aldrei að fara að gerast Nei, þú veist, ég þekkir þessar tölur hefur einhvers staðar komist í þessar tölur Twitter-þráðan minn, ég er bara með mjög góða heimildamenn hérna ef þetta væri 12.900 sem að mér finnst mjög ólíklegt að gerast líka þá þarftu 10.000 til að brúa þetta bil þetta eru helviti stóra tölur en það sem allir hafa bent á er að þú þarft að böndla þess inn í heimilspakkan og ef þú nærð 3.000 fjölskyldum þá ertu komið samlegar á hrifin sko, á tekjustofna og það er pakki í kringum 20.000 þá ertu að ná að brúa þetta bil á tæplega 6.000 fjölskyldum sem kom yfir í heimilispakkan en með auknum tilkostnaði fyrir þau þú ert með í öðrum liðum auðvitað. Já, þú ert bara með einhvern hérna Adda sem er hjá Nóa búin að vera hjá Nóa vill ekki koma yfir í fjölskyldupakkan 20 skall, þú ert bara, ég er með strípaða símaáskrift og internet 11 skall Þetta er ekkert það var búið að banna einhvern hluta af þessari starfsemi sko. Já, þú veist, svo verður það bara annað vesen að Vodafone og Nóa voru náttúrulega að komast upp með að selja þetta á heildsölu sem að ég held að Síminn hafi síðan tapað í annarkvort landsrétt eða héraðsdómi eða hæstarétt in the court sem mun þýða að þeir mun örgulega bara beita sömu strategíu einhver reynir að ná því í böndul yfir í sín og Síminn segir bara, heyrðu, hvað er heildsöluverðið til okkar? Við ætlum bara að selja þetta á kostnaðarverði þannig að það er ekkert sjálfgefið í þessu þótt að enski boltinn sé hot potato en ég þakka mínum 9 followers á Twitter fyrir og þá sést að mælum með að fylgja Iti Georgs á Twitter ég er erfiður þessu dagana það eru kostningar í hérna kortunum ég vil bara ekki sjá skattfylkinguna ég ætla að fara í gjöldin ég náttúrulega fór yfir hérna kostnaðarverð seldra vara áðan rúmið 7,7 milljarðar á fyrstu 6 mánuðum ársins en sko, það vill svo til að kostnaðarverð seldra vara er hérna sundulega frekar hjá þeim og hérna maður nú sjá við erum með sko kostnaðarverð seldra vara og þjónustu 4,6 milljarðar svo er það laun og launatengt gjöld tæplega 1,6 milljarður eignfæri laun 109 milljónir og afskriftir 1,7 milljarður þannig að þau taka sko afskriftir og launatengt gjöld inn í kostnaðarverð seldra vara sem er nú ekki einstæmi sko en þú veist það er greinilegt að þau eru í einhverju R&D þau eru að eignfæra laun en allavega fyrir utan kostnaðarverð seldra vara þá eru rekstragjöld 3,5 milljarður skipta sér í skrifstofu og stjórnunarkostnað 861 miljón
sölu og markaskostnaður 225 milljónir og það eru engar frekar útskýringar á þessum liðum því miður. Svo hérna laun og launatengd gjöld, sko þessi árshlutareikningur getur verið dálítið villandi því að sko hérna undir rekstrarkostnaði stærðin laun og launatengd gjöld rúmir 2 milljarðar. Það má ekki gleyma því að laun og launatengd gjöld eru líka hérna skilgreind undir kostnaður seldra vara fyrir 1565 milljónir. Svo þegar þetta tekið saman fáum við laun upp á 3 milljarðar og 570 milljónir. Svo það í rauninni raunverulegur launakostnaður félagsins. Að vísu eigfæraðu laun fyrir samtals 284 milljónir, svo netto launakostnaður hjá þeim væri þá 3 milljarðar 285 milljónir. Sko, það engin stöðufjöldi tilgreindur í þessu hálfsársuppgjöri hjá þeim, sem auðvitað meður, en þá ætla ég að líta á samstæðureikning félagsins frá 2023 og þar var raunverulegur launakostnaður, það að segja að ég dreg ekki eigfærsluna frá, samtals rétt tæpir 6,7 milljarðar. Nú, af þeirri upphæð fara 5 milljarðar 493 milljónir í hrein laun til starfsmanna. Stöðugildin, ársverkin voru samtals 458 í lok árs 2023 sem komi náttúrulega rosalega óvart sko, bara eitt og sér sko. Þetta eiginlega bara meira en bara í bönkunum, hvað? Er það ekki eitthvað í kringum 500? Ætlar þú að sitja hér í dag og kasta rýrð á þessa 80 mann sem að hjálpa þér að koma að viltu finna milljón í loftið? Nei, alls ekki, þú veist, þetta bara komir á óvart sko. Þetta er stórt batteri sko. 151 hjá Nóa. Ég hefði skotið undir 300. 151 hjá Nóa. Við höfum náttúrulega farið yfir þetta áður sko. 299 hjá Símanum. Eitt sem ég hef heyrt, allir fjárfestar sem ætla að hafa að gera einhverjar glóríur hérna síðastliðin 10 ár hafa hort á þetta og sagt bara það þarf að reka svona 150 manns. Svo þegar þú komin inn, það einhvern veginn bara ógerlegt. Þetta miklu meira hérna, sem þarf upp á að halda öryggi fyrir fjarskiptin, fullt af einhverjum deildum sem bara að halda út í hérna, sjónvarpinu, útvarp, þetta víst bara unbelievable. Við glemdur þetta ráðan að fara yfir hérna þegar Stöð 2 ætlaði að taka hérna, hétt þetta ekki EFS? Nei, hvað hétt það? Hérna, þau voru með fréttir allan sólarhringin. Hérna nýja fréttastöð. Það var svona í kringum NFS, það var í kringum kringum hruni, sko. Það var hérna undir Norðurljós held ég, svo áður en það var selt til 365. En allavega, sko, það eru hérna 458 ársverk í lok 2023 og þetta gerir nánast, sko, bara sletta milljón að meðaltali í mánaðarlaun á mann. Og hérna, það nú bara nokkuð vel að sér vikið, sko. Má ég koma með eina short spá, sem ég hef mikið spáð í. Þá borga öllu góðu fólki laun og útvarsfólk frábært, flest allt. Ég er sammálað því. Eitt sem fyrir ógeðsli í taugarnar á mér þegar ég kannski með bylgjuna eða eitthvað í gangi, bara hlusta á tónlist. Innslögin frá sömu liði að lesa á milli laga einhverja dellu sem skiptir einhver máli. Ég spyr mig alltaf, hver að borga þessu fólki laun? Já, ég sé hérna fréttablaðin í morgun að hérna, það lítur bara allt út fyrir að verði hægri vor. Heyrðu, nú það Garvin Nýsom og hlust. Skemmtilegt. En shortspáa mín þetta svo tilgangslaust og ég skil ekki að sé vera borgang fyrir þetta. Væri ekki ráð núna að borga bara gervigreind, fá bara lesna rödd. Það endar áhugaður póll. Tekur bara 100 ómerkilega staðrendir. Bara þú getur tekið alla bókina frá Auða blöð hérna, hvað heitir þetta aftur? Ótrúlega staðrendir. Sturlaða staðrendir. Taktu bara bókina hans. Taktu rödd frá einhverju gervigreind. Láttu lesa þetta allt upp og klift inn á milli laga og sparaði svona 3 starfskildi. Já, þetta samt svona siðferðislegt álítamál, sko, eins og staðan í dag. Bara á að... Eða, bara hætti þessu og leiðu fólki bara hlusta á tónlist. Þetta ástæðan fyrir maður fer á Spotify. Ég þolit ekki. Þinn verður allar að viðra þetta á Twitter, eða? Já, mögulega. En ég meina þetta sem að koma í símaverum. Það verið farið að útísa bara einhver gervigreinda rödd. Ég meina, þú geti leikt röddina þinn í dag ef þú vildir. Bara, þetta bara röddi mín. Hún verður bara leigð undir gervigreind sem svarar í síman og hérna, ég veit ekki. Þetta svona fabulering, sko. Þetta hagræðingar fabulering. En sko, fyrst við erum komnir hérna í meðaltali per starfsmann, þá glemdi ég líka að taka tekið per starfsmann á þann. Það 51,3 milljónir. Með við samstæðureikningin 2023.
En eins og ég segi, sko, við erum náttúrulega að taka núna hálfsársuppgjöri samt, en ég vildi bara koma inn á þetta. Og ennþá einhvern 30 milljónum undir nóga á símanum, sko. Já, einmitt. Það er verk að vinna. Já, en við erum ekki með upplýsingar fjölda ársverka eða hálfsársverka fyrir árshelming. Það var ekkert verið að gefa allt of mikið upplýsingum í honum. Nú, sko, KOX plus laun, kostnaðarverð seldra vara plus laun er 69,3% af heildartekjum félagsins. Ef eitthvað launa neti ekki við væri þessi tala örlíti herri þessi prósenta en þá þegar við höfum gert grein fyrir tekjum og útgjöldum hérna þá erum við stakk búin til að kíkja á EBITDA sem er 2.420 milljónir 21,2% framlegð Nú EBITDA er að draga saman einhver hérna 21,4% á milli ára ekki prósentustig prósent Segðu aftur, hún er að draga saman 21,4% á milli ára EBITDAn Já, eftir hálfsárs uppgjör 2023 var hún rétt hæpir 3,1 milljarður samkvæmt kynningu þá er hérna ýmislegt sem að spila inn í eins og sko samstarfssamningu við Viaplay sem náði ekki inn á síðasta hálfsárs uppgjör og sömulegis innganga inn í samstæðina og fleira En nú er áherslan hjá félaginu samvinna, skilvirkni og vöxtur sem eru taldir helstu drifkraftar vegferðar til framtíðar Er það að segja mér að sé ekki vöxtur í EBITDA eða tekjum? Það er ekki vöxtur í EBITDA tekjum í hálfsársuppgjöri, nei Leiðréttist það hér mér Áhersla er á samvinnu, skilvirkni og vöxt Samdrátt Nei, vonandi fyrir vöxturinn að kikka inn En herru, svo er það hérna afskriftinnar Það er vega nokkuð þungt til lækkunar í rekstrarreikningum hjá þeim. Þau eru náttúrulega afskrifa allan fjandann þarna, sýningarétti, afnótarétti, eitthvað þróunarkostnað og auðvitað bara rekstrarfjármunina sjálfa. Þessar afskriftir eru hvorki meira en minna en svona tæpur 2,3 milljarðar á fyrir árshelming, 2.252 milljónir og þetta býtur auðvitað stóran bita af afkomunni. En eftir að nett og fjármagnsgjöld sem eru 645 milljónir eru dregin frá þá stendur eftir 339 milljón króna tap og þetta kann auðvitað ekki góðri lukka stýra á sama tímabili fyrra stóð afkomin í 483 milljónum í hagnað þannig að hérna þetta er auðvitað leiðilegt að sjá en eins og kemur fram í kynningu þá er kannski ýmislegt sem að útskýrir þetta á þessum árshelming Er þetta nýjasti þátturinn sem verður sýndur hjá þeim í haust? Hvað segirðu? Shit show Þessi? Okkar? Já, verðum við ekki að bera það undir þau og sjá bara Myndirðu kalla þetta shit show? Nei, ég myndir nú ekki ganga svo langt að gera það En heyrðu, ef við ekki bara demba okkur yfir í efnahagsreikningin Hann er búið myndkaup Já, Yngvi, nýr samstarfsaðili Það er heldur betur kátt í rafmyndaheiminum þessar myndir Rétt Og sko, já myndkaup er náttúrulega að vinna mjög hart að því bara einfalda Íslendingu lífið við rafmyndakaup Ég er stoltur viðskiptavinur sjálfur og þetta er alveg lígilega einfalt að skrá sig það er bara rafræn skilríki og þú ert komin inn Þú hefur nú átt viðskiptið hann í gegn Jú, ég þeir kall Ég er þar, ég veit að það er allir svo harði bitcoin Þú ert í silfrinu Já, það fer ég aðeins í þeirrum Já, en ég held að það sé sko, nú náttúrulega verður maður að fara að valega Ég ætla ekki að mæla með kaupum í rafmyndum Ég ætla ekki að gera það þó að ég sé fjárfesti sjálfur en myndkaup er alveg brilljant plattform fyrir fólk sem ætlar að taka sín fyrstu skref Ég hef keypt bæði í gegnum myndkaup og utan þess og ég keypti vissulega utan myndkaupa áður myndi aldrei detta í hug núna að snúa tilbaka myndi ekki detta í hug Nei, og ég ætla líka að segja að það styttist í að við fyrir að sjá fyrstu fyrirtækin sem fjárfesti í bitcoin Sín gæti bjarga næsta uppgjöri með að segja að við ætlum að taka allt handbært fyrir 100 milljónir og við ætlum að byrja að kaupa bitcoin Átjók ég meina það er alveg möguleiki það eru 14.000 Íslendingar sem að nota myndkaup í dag 14.000 plus þannig að þið sjáu það og ég er nokkuð vissum að langflestir í þessum hópi bera þeim vel söguna Það var að koma nefnilega heldur gott mím Kannastu við Michael Saylor hjá MicroStrategy? Nei Hann tók bara þá ákvörðun hérna fyrir 5 árum að byrja að eyða hluta veltu fyrir rekstrarins bara í að kaupa bitcoin Ég ætla ekki að segja eyða, ég ætla að segja fjárfesta Já, fjárfesta, fyrir ekki það var að koma hérna helviti gott mím að það var búin til mynd hérna Michael Burry og því hann græddi einhverja 600 milljónir á hrunnu Hann er búin að græða 11 miljardar bandaríkjadollara á bitcoin treytinu sínu Þannig við sjáum það fyrirtækin, eða eru með handbært fé
Það enda verst að ég get ekki kostnaðarfærta til að komast hjá EHF-gatinu og skattfylkingunni en þetta er fjárfesting Ekki spurning þó kom innkom fyrir Herðu, við ætlum að byrja bara á eignunum sem fyrr á efnahagsreikningnum Sko, við erum með fasta fjármuni fyrir 25,6 milljarða og Ælingsand, ekki eitthvað skattalegt hagræði að vera að kaupa ekki um félag, Bitcoin? Þetta er náttúrulega bara fjárfesting greiðir af því bara En er þetta ekki dreigaði strax sem einstaklingur eins og þú ert að selja hlutabréf versus það þarna getur verið að kaupa og selja frestum 2 ár bara eins og með aðra fjárfestingar inn í félagi Jó, ég gerir ráð fyrir að þetta lúti sömu lögum og bara almenn verðbréfa viðskipti sko, inn í félagi sem er í crypto má senda okkur En sko, eins og ég segi, 25,6 milljarðar undir fasta fjármunum og það stingur náttúrulega dálítið í augun að sjá að þar fari viðskiptavildin hæst og hún er sem sagt tilkomið vegna sameiningar eða öllu heldur bara yfirtöku sínar á fjölmiðla anga 365 miðla svo líka já.is og lokum Endor en viðskiptavildin stendur samtals í rúmum 9 milljörðum og þetta er auðvitað gamla tugganum virðisrýrnunarprófið sem er gert á þessum viðskiptavildum til að meta eignina og allt þetta en Ég er með mikla pælinga með þetta. Færi fréttir með, færi fréttir, þetta er nú gömul frétt sem að... Sko, ég hef fallið á svo mörgum prófum í lífinu að ég ætla ekki einu svona að byrja. Virðisrýrnunarpróf. Já, það er próf sem að þú myndir ekki standast. Það er próf sem ég myndi aldrei standast, en ég vildi skilja það. Við höfum tekið svona 100 ásreikninga sem er fjallaði viðskiptavild. Já, en þetta er nú í sjálfu sér bara svona einhvers konar sjóðstyrmisgreining á eign. Já, þetta er alltaf sama og hún er annarkvæmt farið niður að farið upp skilur við bara eftir útkomu prófsins Já, en það finna og því það var umræðum að þetta í kringum hrun að þetta var svo stór hluti af efnahagsreikning og bla 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 og þetta er ekkert mikið fært niður vanalega þegar við skoðum þetta fer allt bara eftir hvaða forsendur viltu gefa þér skilur því að ég held að þetta sé nú bara innanbúðar mat sko Já, en matið er byrt og ein pæling ég tók nefnilega eftir því ég ætlaði ekki að falla á þessu prófi sem ég mun samt örugglega gera því ég er að gangi í einhverja gryfju Árið 2020 þá var viðskiptavildin hjá sín afskrifuð 2,5 milljarða sem hafði áhrif á bara loka afkomu félagsins því að þetta náttúrulega bara þetta sko for lack of a better orð bara svínrýður EBIT og öllu sko en við höfum 100 sinnum farið yfir þetta ég fór að spá í þessu það eru sýndar forsendur hvernig þetta er reiknað Ég væri til að setjast niður með fjármálastjóra bara í heilum þætti og bara farðu yfir þetta próf með okkur Já, það bara reiknaði það í beinni þá ekki gera það með okkur Yfirleitt uppfærist þetta ekkert og við sjáum oftar en ekki að jafnvel eignin heldur virði sínu bara ár eftir ár eftir ár Já, bara í sömu krónutölu sem er skrítið út af því að þarna færaði niður 2,5 milljarða og benda á þetta Svo fyrir ég að skoða þetta núna ein af lykilforsendunum í þessu mati hjá þeim er að það er gert ráð fyrir 11% EBITDA-vexti Þetta er í skýringu 12 og ég fór að hugsa 11% EBITDA-vöxtur er helviti mikið Ég er aðeins með þetta svona Nova og Símin eru bæðið með 3% Getur reiknað fyrir mig munin í prósentustegum á milli 3% og 11% Já, þú veist, það eru nokkur 100 bara Já, þannig að maður spyr sig af hverju eru Nova og Símin svona konservativ en samt í vexti en Símin, Nova og Símin konservativ á meðan að Sín með þetta bara alveg útþanið en hvað varst þú að segja með EBITDA-vöxtin áðan? Hann er neikvæður Já, sko, í rauninni það sem að ég sagði áðan er að EBITDA-n hún er að draga saman hvað sagði, 21,7% EBITDA-prósentan Þá er ég ekki að tala 21,7% stig ég er að tala 21,7% Já sem er skrítið líka því ársfjórðungsyfirlitinu í þeirra eigin skýrslu 2023 fjórði fjórðungur þá var þetta 56,6% EBITDA og hagnaður og sölu stofnets langstæsti hluti þar svo fyrir þetta niður 23,2% og var 19% núna sjötta þannig að það er neikvæður EBITDA-vöxtur prófið segir aðeins í jákvæður 11% og ég spyr mig bara hvenar er þetta fært niður ef ekki núna? Þú veist ef þetta er afskrifað meðan við þessar forsendur hvað væri það mikið? Hvernig virkar þessi helvítis viðskiptavild? Þetta er spurning sem verður að spyrja sig að stígur bara einhver inn núna og segir, já, þetta er bara 3/4 þannig að við hefum afskrifað kannski 300 milljónir eða eitthvað
En 300 milljónir upp á loka afkomu fyrir fyrirtæki sem tapi. En mig grunar, það er ekki bara við sín, bara mörg önnur fyrirtæki, að þetta bara svona, þú veist, fyrirfram ákveð, ok, við viljum bara halda þessu. Já. Við ætlum bara að halda, viðskiptavildinni þeirri sömu, hvaða forsendur virka, skilur, sem er alveg rétt, og þess vegna eru menn örgulega ofta konservatífir. Ég skil ekki af hverju þetta 11% vöxtur. Það er ekkert sem gefur til þess að er það, finnst þið það? Ekki með að við allavega síðast uppgjör. Nei, og svo erum við náttúrulega uppgjörið sem við erum ekki að tala að birta í fyrradag. Við vitum ekki hvað það er. Mögulega var þetta bara adressa það. Við fyrirgefum okkur það. Þetta gæti orðið bara svona alvöru aðhlátursefni þessi þáttur. Já, þú veist, það er alveg... Við vissum ekki betur, það er nú bara þannig. Ég fjalla þessu virðisrýrnunarprófi því að ég get ekki reiknað hvaða á að vera ef einhverja forsendur skeika, sko. Nei, einmitt. Þannig að þetta skrítið. Einmitt, en sko, eins og ég segi, viðskiptavildin eru í kringum 9 milljarðar. Næst á eftir viðskiptavildinni eru leigueignir fyrir 7,7 milljarða. Svo koma aðrar óefnislegar eignir fyrir 5,2 milljarða. Og þar erum við með vörumerki, við erum með viðskiptasambönd og svo hugbúnað. Og ég gerir fastlega ráð fyrir því að laun fari að mestu undir hugbúnaðarliðin þar, en samkvæmt ársreikning 2023 vorum við með hugbúnaðinn, þá mátuðu hugbúnaðinn á 2,8 milljarða króna bókfæru virði. En þessar 3 stoðir, viðskiptavild, aðrar óumslegar eignir og leigueignir telja samtals rúma 22 milljarða eða 86% af fastafjármunum hjá þeim. Restin eru svo langtíma leigukröfur fyrir 132 milljónir, eignarhlutir í félögum 175 milljónir og rekstrarfjármunir fyrir 3,3 milljarða. Inn í því er náttúrulega bara stærðir eins og fjarskiptabúnaður, þessir innviðir, áhald og tæki, bifreiðar og innréttingar. Þessi eignarhlutur í félögum, hann næri yfir Endor sem að vissulega er selt að hluta í dag og svo, halduður, Pardus, sem er áskriftaveita, sem að yngvi kannast ekkert við. Nei. En fastafjármunir samtals 25,6 milljarðar, veltufjármunir eru samtals 8,4 milljarðar, sýningaréttir fyrir 2,2 milljarða, það fyrir undir veltufjármunni. Þetta mun hækka væntanlega stórlega þegar þau hefja sýningu á enska boltan. Svo erum við með viðskiptakröfur og aðra skammtímakröfur 5,4 milljarðar. Svo koma birgðir fyrir 456 milljónir og nú spyr maður sig hvað þetta geti verið. Fjarskiptabúnaði til endursölu, líklega tengt Vodafone. Vodafone eru þetta eitt af vörumerkju samstæðunar. Þó er ekki sér félag í kringu það, svo það sé tekið fram. Ég er nokkuð viss það. Ég flett upp Vodafone á keldunni til að kanna hvort að sé eitthvað gamalt félag sem að hélt utanum þetta eða eitthvað, en það er fjarskipti. Þá blasti við mér bara, það hétt fjarskipti HF. Já, ég veit það, en þú veist, en það er ekki lengur, náttúrulega. Þetta er orðið bara eitt af vörumerkjum í rauninni. Já, en þetta er sama kennitala. Já, en er það ekki fakt að, þú veist, fjarskipti, það er ekki lengur félag í rekstri, eða þú veist, nei, það er ekki félag í rekstri lengur. Fjarskipti er sín HF í dag, Já, ég veit það. En þú veist, Vodafone er bara vörumerki. Já, akkurat, þannig. Já, en það var eitt sem blasti við mér, það var málsóknarfélag vegna Vodafone þegar ég fór að leita kennitölu inn á keldunni kringum Vodafone. Og það var félag sem var stofnað í kringum eftirmálin stóra Vodafone-leganum ári. Alveg rétt. Sem er áhugavert. Við erum ekki konur hingað til að rifja það upp. Nú, til að klára veltufjármunni þá sjáum við einnig eignir í sölumeðferð sem er áðurnefndur erlendur angi Endor og svo erum við að lokum handbært fé. Já, eignir í sölumeðferð er 267 milljónir og svo handbært fé fyrir 136 milljónir. Veltufjármunir samtals 8,4 milljarðar og heildar eignir því rétt rúmir 34 milljarðar. Herðu, og skuldirnar, fyrsta sem blasir við þar eru vaxtabyrjandi skuldir, samtals 7,3 milljarðar tæpir, 4,3 milljarðar undir langtímaskuldum og tæpir 3 milljarðar undir skammtímaskuldum. Svo eru leiguskuldbindingar upp á rúmlega 12,2 milljarða, 11,6 milljarðar sem langtímaskuld og 629 milljónir sem skammtímaskuld.
og svo hérna ein önnur langtímaskuld sem tekjuskattskuldbinding fyrir 17 milljónir samtals langtímaskuldir eru 15,9 milljarðar, skammtímaskuldir eru svo samtals 8,3 milljarðar og sko fyrir utan vaxtabærandi skuldir og leiguskuldbindingar sem ég nefndi þá eru viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir 4,4 milljarðar og svo skuldir að lokum skuldir í sölumeðferð 280 milljónir og það ljóst sko að veltu fjárhlutfallið það stendur tæft. Það í 1,02 samt yfir ásnum. Skulum ekki taka það. Lausafjárhlutfallið en þá læra eins og við varum að búast 0,96 og þú veist, þetta auðvitað hlutfall sem maður væri til að sjá aðeins hærri. Já, hefur áhyggjur að þið fá greitt að einhvern tímann í janúar, februar? Ég hef nú ekki mikla áhyggjur, ég meina, þetta eru svona þokkalega heilbrigð hlutföll en þú veist, maður vill alltaf sjá þetta, maður vill sjá þessi bæði yfir ásnum. En heildarskuldir eru samtals 24,2 milljarðar sem gerir 71% skuldahlutfall. Herðu, að lokum bara renna östutt yfir eigið. Og ef við varum að leika okkur og tækir þessa viðskiptöld niður, hvað væri það þá? 80? Hvað? Já, það er náttúrulega, ég er ekki með töluna, bara fyrirfram með því miður. En sko, við erum með eigið, við erum með hlutafé, fyrir tæplega 2,5 milljarða yfirverðsreikningur hlutafjár 542 milljónir annað bundið eigið fé 337 milljónir og svo óráðstafað eigið fé upp á 6,5 milljarð þannig að eigið fé í kringum 9,9 milljarða og þar með já, í rauninni hef ég bara lokið minni yfirferð þetta svona hressandi. Ætlar ekki að kíkja á sjóðstreymið það? Ég hef ekki lagt í vana minna að presentera sjóðstreymið en ég nota það bara oft til stuðnings. Nú? Hvað? Er það ekki að spá í endurkaupum eða arðgreiðslum eða? Jú, ég bara hvað ertu að spá? Ég ætlaði bara að renna yfir Það var ekkert, það var það voru endurkaup upp á 76 milljónir á fyrsta árs helming. Það var ekki mikið svo sem mikið annað að frétta sko. Ok, sleppið bara. Ég var bara að spá í Hvað varst að spá? Ég bara vaxtagjöld 600 milljónir. Já, ég fór yfir það í rekstrarreikningnum bara. God damn, hvað er verið sátt þegar að vexti fara að lækka? Já, algjörlega. Og afborgun leiguskuldbindinga 600 milljónir líka. Já. Þetta hrottalegu kostnaður. Það er mikill kostnaður bara svona fjármagnskostnaður svo mórið komast. Þetta þau ætti að finna vel fyrir því þegar vexti lækka sko. Það hlýtur að gerast sko. Annað, bara til að fara slúta þessu í samvinnu, skilvirkni og vexti. Ertu með fendimannskvarðan eða? Ég er með fendimannskvarðan, kláran. Jesus maður sko, Fendimanns Og við erum alltaf að tala um það í fyrra dag var markasverið sín 7,5 milljarðar tæpir. Ég held að sé að lægsta í kaupöllinni. Nei, Play lægra. Play lægra. Síminn með 30,3 og Nova 15 milljarðar. Þannig að þú sér það, síminn hvað, 5 sinnum stærri að markasverði. Cirka 4 kom eitthvað. Nova 2x Fendimannskvarðin 16 milljónir per starfsmann hjá sín. Markaðsverði 16,5 milljónir af markaðsverði per starfsmann. Nova með 99 milljónir og síminn 101 miljón. Þannig að þau reka lestina dálítið í þessum gera. Já, þau eiginlega skrapa botnin. Bara svona til að vera heiðarlegur sko. Þú veist, einhver verður að gera það en þú veist, við trúum á upprisuna. Á móti fyrir alla sem að liggja inn á Reddit og ætla að kaupa Play út af því að búið að lækka 20%. Það virðist vera aðeins meiri eignir og annað þarna inni. Þannig að ég myndi gefa þessu gaum en fara varlega. Þetta hrottalega látt. Þú ert jáfnvel að benda á tækifæri þetta? Sko, já. Ég myndi samt örugglega ekki fara inn. Ég held ekki. Ég er ekki... Nei, enda erum við ekki hérna til að ræða svo sem okkar eigin fjárfestingar. Nei. Heldur fjárfestingar fyrirtækja. Já. En Fendimanns sko, það þreytist ekki. Nei.
Þetta fyrir hvítflipana. Já, það bara Tanqueray í góðan Fentimans í kvöld. Ég mæli með Rosé Lemonade, Guð minn almáttugur. Ertu að drekka það í vodka eða gin? Heaven is a place on earth. Það fáránlega gott, þannig að, ertu ekki að tala bleika ginið? Jú, bleika. Ég sko, ef þú ætlar að koma tengd og óvart, ekki tengd á mömmu. Nei. Ertu tengd að pappa? Ekki fara í eitthvað ginger, nei, hvað heitir þetta ginger ale, fara í Fentimans. Nei, sko, allar gömlu gin og tónik fyllibittunar sem að vilja bara tvöfaldan í Sprite þess vegna. Þegar þú gefið þeim eitt svona bleikan, þeir eru bara, wow, hvað ég búin að vera að drekka allir sár? Ég veit það, sko. Þannig að Fentimans, Rosé Lemonade. Uppljómun. Annað, getum við aðeins báði bara sín, going forward? Já, byrju, ert þú ekki með, verðmat? Jú, en verðmat í bóði keldunar. Veltum aðeins vöngum. Já. Bara hvert þetta að fara. Nova núna breyka eða ég þætti með okkur fyrir 2 vikum eða viku og þau að skoða einhver vaxtatækifæri. Heldur að þau ætli bara að kaupa sín og leysa það upp og taka fjarskiptalutan eða? Ég skal ekki segja, hefur verið að heyra þetta á Twitter eða? Ég mikið á Reddit. Já, Reddit, já. Nei, ekki heyrt það. En það áhugavert að fylgjast með Stratjón sem fyrirtækinu eru búin að vera að fara í. Sín eins og áðurkomin búið að vera að kaupa núna ætlaði að sitja sem nemur helming af markaðsvirði félagsins til 3 ára í fjárfestingu enska boltanum. Þannig að það eiginlega bara að vera að betta hálfu húsinu líka við. Þetta eiginlega ótrúlegt þegar þú setur þetta í þetta samhengi. Já, þú veist, þetta bara markaðsvirði 7 milljarðar. Það verið að betta helming af markaðsvirði félagsins. Já. Á eina stóð. Þau eru basically all in, sko. Þau eru pot committed, all in. Ég var ekki búin að hugsa þetta svona, sko. Nei, þannig að það liggur ógeðslega mikið í þessu betti hjá þeim. Á sama tíma ef við horfum á símana ganni, kaupa billboard sem einhvern veginn hefur fallið bara svo flýs við rass. Ég sá að þá 55% tekjuvöxtur í auglýsingu þar. Að sjálfsögðu eftir þessi milljarður frá billboard kemur inn í reksturinn, sko. En talað að samþætting á því að selja billboard inn í sjónvarp og fleira bara gangi fáránlega vel. Þau eru með Síman Pay sem fintech, gengur þrjusu vel, snjallkort, greiðsludreifing. Við þekkjum þetta frá okkar besta fólki. Núna komið inn í Síman. Já. Sem svona eina sem maður á eftir að sjá bara spilast nákvæmlega út að hafi verið bara slamda. Því að maður skilur ekki alveg hvernig það tengist, en mögulega bara sækja sér risabasa fyrirtækin til að fara að selja greiðslukort eða léttkort eða auglýsingar eða whatever. Sjá hvernig það spilast, sko. Þannig að stóra plani hjá sín eins og betti núna bara enski boltinn. Það bara verið að betta öllu virðist vera. Þannig að ég vona svo innilega að þetta Monte Carlo módel verði einhvern tímann opinberað og þessar hermannir sýni fram á að þetta hafi verið gott bett, því að þetta eru hrottalegi peningar, sko. En ég held ég svo sem ekkert með annað. Nei, en þetta er alveg rétt, þú veist, það er alveg verðt að velta vöngum yfir því hvaða pleiðu taka í fjárfestingum, sko. Þetta eru 3 mjög identical félög að fara í somewhat sambarilegar áttir, nei, ólíkar áttir, segi ég. Þannig að maður svona velti fyrir sér hvaða verður hjá sín og hvort við eigum að vera bjart sín eða svart sín. Skemmtilegt. En ertu ekki með verðmat í boði Keldunar? Við viljum minna auðvitað á Kelduna. Samstarfsaðili, diggur samstarfsaðili sem að er að koma inn aftur eftir ágætis hlé. Já. Fögnum því vel og lengi og ég þreytist ekki að minna á áskriftina frá þeim hvort sem það er hér í þessu hlaðvarpi eða annar staðar. Þetta er lígilega þægilegt viðmót, þetta getur borið saman félög, þú getur bara fengið þetta á Excel-formi sem er alveg lígilega þægilegt og ég hef verið að nota það í næstu 3 ár í pingjunni, þetta format, þannig að ég hvet fólk til að kanna það. Og svo er þetta verðmati líka sem að þú fær með áskriftinni. Já. Þannig að þú getur flett upp fyrirtæki og fengi bara instant verðmat. Sem eru auðvitað stórfelld búbót, sko. Já, ein pæling. Er ég búin að vera að drulla á með allan þáttinn? Því að EBIT ársins fyrra var 6 milljarðar, sko. Hvað segirðu? Já, nei, þetta er alltaf adjusted, já. Spáum ekkert í. Það er bara, sendiði mig leiðréttingar ef ég drulla á mig. Já, þú veist, ég meina, EBITan sem slík í rauninni að þú uppreiknar þetta ár, þú veist, væri í kringum 4,5 milljarður, sko. Já. Já, hann er ekki 5. Hvað segirðu? Hann er ekki 5. Uppreiknaði EBITA. Já, þú veist, að þú uppreiknar þetta ár, en svo var náttúrulega, sko, EBITan bara í
2023 sem sagt þegar EBITDAn aðlöguð þá var hún 5,8 tæpir 5,9 milljarðar. Já, heyrðu, ég er með 3 verðmödd, 1 frá Keldunni og 1 frá mér og annar frá Keldunni. Keldu verðmödd miðað við virði eigið 21 milljarður. Þau var slattaðunni, verðmödd frá Keldunni miðað við EBITDA markvaldara 20 milljarðar, þannig að þau eitthvað eini þar og verðmödd mitt, hvað sagður, 4.950? Já. Sinnum 13,8, 68 milljarðar verðmat mitt á sín. 68 milljarðar? Já. Það alveg bara 10x. Við tökum alþjóðlega markvaldara sem að þekkjast og Nova og Síminars leikja. En þau þurfa náttúrulega að vera með EBITDuna til þess að standa undir því. Og ég bið fólk að hafa varan á við slíkar útreikninga. Já. Þannig að við styðjumst við Kelduna, kannski liggur þetta nálægt 20, en ég veit það ekki. Nei. Ég ætla að fyrir með allir ábyrgð. Já. Við sjáum bara til hvernig það fer. Heyrðu, annað sem við gleymum að nefna það víst skvaldur með það að fjölmiðlaparturinn sé afturkominsölu. Nei, Jú. Það? Já, ég gleymdi að koma inn á það. Það svona Það er svo verðmætar upplýsingar sem þú ert að gleyma sko. Já, ég var eiginlega bara búin að gleyma þessu sko. Við þurfum að taka þáttinn upp aftur greinilega. Já. Herðu, kæru hlustendur, við lokum þessu bara í dag. Er það ekki? Já. Við bara þökkum fyrir. Næst það, ég spóla því Sky Lagoon. Sky Lagoon kallið minn. Það rosalegu þáttur. Við ljúum því ekki. Nei. Herru, takk fyrir í dag. Já. Ánleis.